Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan 12 mínútur yfir 10 og ég byrst afsökunar hvað við vorum lengi að koma okkur á stað, en talvan aðeins fraus hérna hjá mér, en það búið að kippa þessum tæknilegu erfiðleikum í lag núna og ég kom með góða mann í setti til mín og það er þjálfari HSK Selfoss í frjálsíþróttum og einni ennþá keppandi, hann Ólafur Guðmundsson. Komdu blessaður sæll það ekki? Já, blessaður sæll. Og ertu velkominn. Já, takk fyrir það. Hvernig hefur það? Ég er bara góður eins og unglingarnir segja, ég er bara góður sko. Já, þú ert bara góður? Já. Og hérna, unglingunum test ekki ennþá að vinna því í Grindahlaup? Nei, það hefur ekki gengið hingað til allavega. Nei, en þú ert allan ennþá að keppi því? Já, ég segi það allavega þangað til að nýtt keppnistímabil byrjar. Já. En svona aðeins, við ætlum núna að fara í frjálsíþróttirnar og við ætlum að heyra í Þráni Hafsteinssyni og eftir þjálfara ÍR og ég ætla svona bara byrja að henda þig beint í djúpulinu og svona spyrja þig svona, hvað fannst þér svona standa uppi á árinu 2013 í frjálsíþróttum? Sko, það var ýmislegt sem stóð upp úr, en það fyrir eftir í kostu átti á hérna á Íslandi eða í Evrópu eða í heiminum. Já. Þannig að ef ég tek hérna á Íslandi þá náttúrulega því sem snýra mér, sem ég var að klára núna á þessu ári að sjá HSK hérna frjálsast á svæðinu og haldið utan að það í 4 ár og það endaði á stórglæsilegu landsmóti hérna á Selfossi, þar sem að markmið tókst að vinna stigakeppnina og hérna ég var bara, mér fannst það standa vel upp úr hérna innanlands hvað var það HSK og allt það starf og við áttum náttúrulega hérna þar marga góða keppendur og ég held ég halli nú ekkit á neina þó ég nefni ég sérstaklega Kristín Þór Kristinsson og Fjólu Signý Hannesdóttur sem eru frjálsíþrótta karl og kona HSK, allavega frjálsíþróttar ársins núna og væntanlega á HSK. Já. Þau hérna gerðu unnu 2 og 3 titla þarna og þannig að þetta stendur upp úr hvað var þar HSK starfið, en svo náttúrulega á landinu öllu og ef maður tekur öll hérna félögin hérna á Íslandi að þá náttúrulega verður ég náttúrulega nefna 2 afrek sérstaklega, það er náttúrulega Aníta Hinriksdóttir sem átti stórglæsilegt keppnistímabil og hérna stóð sér frábærlega, en það var hún kosin efnilegasti úlingurinn á hérna semst á uppskjöruhátíð Evrópu, hérna mótaþingi Evrópu. Já. Og hérna það er náttúrulega glæsilegt og síðan hjá kallunum það var hann Einar Sverrisson selfisingur sem að hérna íringur náttúrulega ættaður hérna á Selfossi sem að kastaði í fyrsta skipti yfir 80 metra 80,66 meistaramóti Íslands og Akureyri og það var bara rétt við lágmarkið á heimsmeistaramóti sem var nokkrum tveimur vikum seinna, þannig að það afreiðslega sé stenda þessi 2 árangur upp úr á árinu hvað var Íslands frjálsíþróttahól. Þannig í spjótkasti hann bætti þessu 6,57 metra, það er nú svolítið langt, löng bæting en mikil. Já, það er það, því að það var nú löngum verið að hérna berjast, hann og Aru Davís, náttúrulega sælfísingandi báðir, 2 og hérna hafa verið að vinna hvern annan á Vís, en svo tók hann hérna 86 metran hann Einar og Aru 75 og svo tók hann gott fórskot, þannig að nú bara stendur upp á Örn að svara fyrir sig. Já, nákvæmlega. En hérna, já ég sé hérna Sigurbjörn Árni er að ringja hérna inn, hefur svara honum eða hefur ekki bara ringja hann eftir? Það er spurningum að ég klári og svo þau ringja bara hérna eftir, hann er svona efstur. En hann má alveg koma inn. Nei, við setjum hann bara inn eftir. En hérna svona, svo er náttúrulega eins og Aníta Hinriksdóttir náttúrulega að bæta Íslandsmet kvenna í 800 metur náttúrulega tvígang og veist, þetta er bara þetta er bara kraftaverk að stelpa þarna á ferð. Já, hún er náttúrulega bara einstök og hún er bara að æfa hérna á Íslandi og Gunnar Páll Jóngisson er að þjálfa hana, en hún hefur verið bara í gegnum tíðina bara ekkert verið bara að hlaupa fyrir 800 og 1500 og þannig lengra, hún hefur verið í spjótkasti og prófað allt og það held ég sé hérna eitt af lyklunum til þess að ná langt, það er að vera í nógu fjölbreyttu og vera út áður maður verður meiri nefnilegur, en þetta er frábært hjá henni og hún náttúrulega það er einstakt að
að hlaupa alltaf á sínum bestu tímum á þessum stórum mótum EM og HM og blása ekki feil nótu. Það er nú eðlilegt að þegar maður keppir erlendi sem maður detti nú niður kannski sekundu, jafnvel 2 þár í þessum 800 og 1500 metra hlaupum, en hún bara afsannaði það þarf ekki endilega að vera reglan. Já, nákvæmlega. En ef við förum aðeins í utanhúsmet sem hafa verið slegin á árinu, Íslandsmet og svona, og ég ætla þá að byrja aðeins, það geti vel verið við glemum ykkur, en það er náttúrulega alltaf verið að slá 9 og 9 met í aldursflokkum, og við byrja eins og Kolbeinn Gunnarsson, hann sló 200 metra hlaupi í piltar 20-22 utanhús í júlí, og þetta er strákur sem er einn nefnilegasti hlaupari, það ekki bara sem að hefur sést. Jú, Kolbeinn jú, það er alveg rétt orðið, hann er mjög efnilegur og hann er efnilegur, ég ætla ekki að segja hann sé góður, ekki alveg strax, þá hann sé það náttúrulega á Íslandi, hann er mjög efnilegur og já, mjög gott að hlaupa 18 ára á 21 eitthvað. Allavega hér á Íslandsmælikvarða. Og svo er náttúrulega fleiri met þarna, og þá er met úr Hilmar Örn Jónsson, hann sló met í sleggjukasti í pilta 18-19 ára utanhús á sama móti þarna og kastaði 71-85. Já. Þannig að Hilmar er búin að vera núna í ár og síðustu 2 ár þar á undan. Hefur komið sterkur inn og mjög efnilegur í sínum aldursflokkum, og náttúrulega er orðin bestur í fullorðinsflokkum líka í sleggjunni. Já. En hann náttúrulega stóð sér vel í sumar, var 7. frekar en 5. í sínum aldursflokki á stórmóti í sumar og setti Íslandsmet á því móti, þannig að það sýnir góðan styrkleika. Já. Þannig að hann er framtíðarmaður í þessu. En það er náttúrulega bara metin, það voru náttúrulega margir að hann náttúrulega bætti met náttúrulega líka í kúluvarpi og fleira, þessi strákur fættur 96. Já. Og þarna er ykkur efnilegu kastari þarna á ferð sem við höfum eftir að sjá meira til. Já, hann er svona liðtækur í öll þessi kast, náttúrulega, hann sér greinilega ekki kast, hann getur kastað kúlu og kringlu en ég ætla nú ekki að segja spjóti, en hún getur náttúrulega kastaði en hann er góður í þessum 3 og sérstaklega í sleggju, þannig að ég bara bendi fólk á að fylgjast með þessum dreng. Já, en við höfum náttúrulega eftir að þessi efnilegu strákar sem eru slámetin í sínum aldursflokkum og svoleiðis, við höfum kannski eftir að sjá það í framtíðinni bæti ykkur Íslandsmet. Já, ég meina ef maður fer bara lítur sér nær, þá eigum við í HSK náttúrulega 2 mjög efnilega, 14 og 15 ára pilta, og það er á annar þeirra, hann er nú nýbúin að setja 2-falt Íslandsmet í hástökki í 14 og 15 ára flokki, hann styrmyndaðan frá Þorlákshöfn, og svo félagi hans Fannar Yngvi, hann er búin að setja Íslandsmet í eins og styrmir í 3-stökki og HSK-mentin bara falla hvert á fætur öðru í þessum flokkum hjá þeim, þannig að þessir krakkar bæði hér og í Reykjavíkurfélögunum bara út allt land, við eigum mjög mikið af efnilegum unglingum og til að mynda er heimsmeistaramót og yngri í sumar, og þar komum við til með að eiga slatta af, svo ég noti nú ekki góð íslensku, slatta af úlingum. Já, en við höldum áfram með þessi utanhúsmetum á þessu ári, náttúrulega Sveit IR í 400 metra boðhlaupi, þau eru alltaf að nálgast Íslandsmetið í því sem þetta núna í sumar, það er hlupa á tímanum 46.88 og Íslandsmetið er 45.71. Já. Í kvenna sko. Í kvenna, já. Ég er náttúrulega hefur verið með mjög góð starf í gennum tíðina, stórt félag, marga og góða þjálfara og mjög öflust, þannig að þetta kemur ekkert óvart, þeir eru marga góða efnilega hlaupara, bæði spretthlaupara og svo sérstaklega spretthlaupara og
þannig að þetta er bara árastur, bara verið að uppskera. Og svo náttúrulega hún Anita Hinriksdóttir eins og við komum inn á áðan í 800 metra hlaupinu og hlaup á 2 mínútum 49 sem var nýju Íslandsmeti. Já, hún sko, já, náttúrulega frábært eins og ég sagði hann að hlaupa á þessum metum, á þessum stórum mótum og náttúrulega sýnir bara mikil stórmóta manneskja og mjög sterk andlega og hérna, hún hefur verið að keppa hérna á Íslandi, hún sleppir ekki þessum mótum hérna á Íslandi. Nei. Eins og landsmótunum, hún hérna keppti í 400 á landsmótunum, hún keppti ekki sýningar eina því hún var hérna, þetta var svona millibilsmót hérna á milli þessara stóru móta en hún keppir, hún kemur og keppir og það gefur mótunum gildi og það finnst áhörundum frábært og henni finnst það ofsalega gaman og bara, þetta er bara frábært hjá henni. Já. Og svo náttúrulega, já, var bætt Íslandsmeti í langstökki núna í vor, hún Hafdís Sigurðardóttir. Já, Hafdís er náttúrulega loksins segi að uppskera að því sem hún er múin að vera að gera. Átti mörg ár, hún er kannski ekki gömul en hún átti nokkur ár í meðslum og okkur bölvið vesinni varandi skrokkin en nú er hún hérna búin að æfa vel í 2-3 ár þannig að nú er hún að uppskera og hún er náttúrulega bara orðin góð í langstökki og spretthlaupum. Já, bætir Íslandsmet í 60 metra hlaupi og 300 metra hlaupi líka. Já. Þannig að það er nóg Íslandsmetin hún slær. Nú er hann bara 200, hún er rétt við 200 metra metið og svo er náttúrulega bara 100, það er bara að taka þessi met all. Já, nákvæmlega. En svona áður en við förum að setja fleiri á spjallið hjá okkur þá ætla ég að spyrja þig hérna bara út í Suðurlandi. Nú er náttúrulega búið að vera mikið stemning fyrir frjálsíþróttum þetta sumar og eins og landsmótið náttúrulega stóð það ekki svona eitthvað minnum og hvernig svona hefur þið fundið svona stemningi fyrir frjálsíþróttum núna verið þetta árið? Sko stemmingin hefur náttúrulega verið svona ágætt síðustu 4 ár svona markmiðið var náttúrulega að reyna að halda betur utan starfið og hérna svona auka bæði þáttöku og auka á metnað og hérna stemmingu. Það hefur svona tekist bara ágætlega þannig séð en það má alltaf gera betur og það er þá sérstaklega svona varandi það að ná fólki inn betur til þess að fara að æfa íþróttina sko. Svolítið verið það, það er fullt af fólki að æfa en svolítið verið það að fólk sé að koma inn á einu æfingu og keppa svo en það var það náttúrulega það sem svolítið á landsmótinu það var að hérna, vera með fullmannalið og þannig að fólk keppti og öðru sér vinnum var ekki stigakeppni nema að keppa. Já. Ég meina ÍR-ringar eru með sterkasta liðið á pappírunum en eins og ég var nú að hugsa á það og hef nú sagt áður að það er ekki nóg að segja maður sem er sterkasta liðið heldur verður þá að skrákeppendur og leggja metnað í það en ég er ekki að segja ég legg ekki metnað í sitt starf alls ekki en við allavega höfðum betur á þessu móti stíðakenninni en svona almennt séð þá er stemmingi búin að vera ágætt það má gera betur og þá sérstaklega varandi svona afreksstarfið kannski og nú er svona pínum hillubistand nú er svona smá spennufall landsmót búið og vantar kannski markmið en það er svona verið að vinna í því og það er svona nefnd í gangi svona, sem er að skoða framtíðina og hérna sem Jón sæti í ásamt fleirum og það vonandi kemur eitthvað gott út úr því. Já, en svona áður en ég sleppa að tala Suðurlandi þá er náttúrulega verði að vekja athygli að þið eru með halda ákveði mót næstkomandi föstudag Hafsteinsmót. Já, það er sko þannig að hérna upphafsmenn að því móti voru þeir félagar Haraldur Einars og Halli Einars, kvöldum að bara Halli Einars frendi minn og Rauðafossi og Bjarni Már og þeir voru upphafsmenn að þessu móti og svona er í rauninni þeir sem halda mótið og skýraði í höfuð á Hafsteini Þorvalds pabbi Vésteins og Þráins og þannig að þeir bara er að koma til með að halda þetta móta áfram og sem er mjög gott, það má ekki detta niður og það verður einmitt í Laugardalsvelli núna 20 staða og náttúrulega hvet alla til að fara þangað. Við erum reyndar hérna á Selfossi með HSK með smá jóla hlaðborðshitting þannig að það hittist ekki alveg nógu vel á en að sjálfsögðu hvetjum við alla til að keppa, þetta er flott mót.
Við ætlum að setja á línuna Sigurbjörn Árna Arngrímsson eftir smástund, hann getur bladrað eitthvað með okkur líka og svo eftir honum þá er að Þráinn Hafsteinsson þjálfari IR, þannig að farið ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld Gestir Fæli.